Jakob hafði ekki séð feita eftirlitsmanninn í nokkra daga. Hann var skilinn út undan því hann hafði verið til vandræða og var ekki einu sinni leyft að flytja flutninga og kólavagna á stöðvarsvæðinu. Ansinn, hugsaðan, ég verð að vera í skýlinu til eilífðarnóns og enginn sé rauða litin á mér framar. Bara af því að ég fór svo hratt að þá kom gata á einn vagnin sem varð að gera við með skóreim eins farþegans af öllum hlutum. Loksins kom feiti eftirlitsmaðurinn. Ég sé að þú ert miður þín, Jakob, sagði hann. Ég vona að þú hagið þér betur framvegis. Þú hefur valdið eintómum vandræðum. Fólk hlær að lestarkerfinu mínu og það líkar mér hreint ekki. Mér þykir það leitt, herra, sagði Jakob. Ég skal reyna að standa mig. Þetta líkar mér betur, sagði feiti eftirlitsmaðurinn. Ég vil að þú drægir nokkra kólavagna fyrir mig. Jakob var himinlifandi og skrölti af stað. Hér eru kólavagnarnir, Jakob, sagði Tommi. Ertu með skóreimarnar tilbúnar? Hann hló og fór burt. Ó, sögðu kólavagnarnir. Við viljum almennilega eimreið, ekki rauða skrímslið. Jakob veitti þeim enga athygli og byrjaði leið og vörðurinn var tilbúinn. Áfram nú, stundan. Nei, æptu kólavagnarnir. En Jakobi var alveg sama og hann dró ískrandi kólavagnarna út af stöðinni í þrjósku sinni. Kólavagnarnir reyndu að láta hann gefast upp en hann hélt áfram. Stundum fóru hemlarnir á þeim óvart í gang og stundum ofhitnaði hjólastellið og alltaf þurfti að laga vandamálin. Og alltaf byrjaði Jakob aftur harð ákveðin í því að leyfa þeim ekki að hafa betur. Gefst upp, þú getur ekki dregið okkur, þú getur það ekki, kölluðu kólavagnarnir. Ég get það alveg, stundi Jakob og hægt en örugglega dró hann þá eftir teinunum. Loksins sáu þeir girðisbrekku. Hér þyngsti róðurinn, Jakob, sagði lestarstjórinn við hann. Við förum hratt og komum þeim upp áður en þeir átta sig. Láttu þá ekki stöðva þig. Svo Jakob jók hraðan og brátt voru þeir komnir langleiðina upp. Ég get það, másaði hann. Þessi brekka endalaus? Svo kom kippur og allt var miklu auðveldara. Mér tókst það, másaði hann. Húrra, þetta engin vandi. En lestarstjórinn sleppti út gufu. Þeir gerðu það aftur. Við höfum skilið skottið okkur eftir, sjáðu. Síðustu kólavagnarnir voru að renna aftur á bak niður brekkuna. Tengsli höfðu brotnað. En vörðurinn stöðvaði kólavagnana og tókst að vara aðvífandi lestir við hættunni. Þess vegna var þetta svona auðvelt, sagði Jakob og bakkaði hinum kólavögnunum varlega niður aftur. Kólavagnar eru kjánar, það hefði getað orðið slys. Á ég að hjálpa þér, Jakob, kallaði Edvard. Nei takk, svaraði Jakob, ég dreg þá sjálfur. Gott, láttu ekki deigan síga. Þú stendur þig vel, blístraði Edvard og Jakob skrölti hægt og ákveðið upp brekkuna. Ég get það, másaði hann. Hann togaði og erfiðaði eins og honum frekast var unnt. Mér tókst það, másaði hann. Þeir komust á leiðarenda heilu og höldnu og Jakob var að hvíla sig við skýlið þegar Edvard kom aðvífandi. Píp, píp, blístraði hann, en þá sá Jakob feita eftirlitsmanninn. Æjæ, hvað skildi hann segja, spurði hann sjálfan sig. En feiti eftirlitsmaðurinn brosti. Ég var í lestinni hans Edvards og ég sá allt, sagði hann. Þú lést mestu vandræða vagnana á teinunum hafa sig hæga. Fyrir það afrek færðu að halda rauða litnum.